Bæng, mánudagur. Bæng, heiti Pottar, bæng. Heiti Pottar, Pólland, Ísland-Pólland. Já, .is. Íslandpólland.is. Við erum í boði Íslandpólland.is. Það er styrktaraðileg þáttarins. Já. Og þeir eru að selja alls konar hluti. Allt frá eldhúsinnréttingum yfir í skóflu. Já, nákvæmlega. Hvernig er vikaðin búin að vera, Óskar minn? Vikan mín er búin að vera frábær. Já. Hvað ert búin að gera? Herðu, ég var í hlaðvarpi hjá Kiss Army, Æsland, sem var mjög gaman. Já. Og það leiti út í partí og svo fór ég heim að borða súkkulaði. Nei. Og laugardagur klipping. Laugardagur, hvað? Já, þú voru flottar hárið. Takk maður. Það sagði, ég tók eftir því. Það er alltaf þegar nýbúin í klippingu, þá er fólk að kalla mig Dan Balzerian. Já, þú ert með svolítið þannig lúk en ekki flexið, sko. Nei, sko, ég er ekkert eins og Dan Balzerian, sko. Nei. Ég og hann eigum marga sameiginlega vini. Nei. Ok. Ég á það sameiginlegt Þú veist, allar stelpunnar, ég þekki þér sem að hvað er að tala, sko. Nei, þú veist, ég á það sameiginlegt að eigalega vinkonur en ekki vinkonur eins og hann á vinkonur, skilur. Já. En annars, þú veist, ég er bara á lagi, sko. Okay. Og hann er bara í póker. Þetta er bara... Þar liggur munurinn. Þar liggur munurinn. Já, og gerður ekkert meira? Nei, voða lítið að gera í vikunum minni fyrir utan helgina. Utan helgina? Já, hvernig var helgin þín? Vikan þín? Helgin mín? Vikan mín, það var náttúrulega bara þessi helgi. Já. Eins og þú bauðst mér á þetta hlaðavarps dæmi, live show. Gaman. Ég komst ekki að því ég ætla að vera í D&D sem frestaðist yfir á laugardag en þannig ég endaði niður í miðbæ og ef ég stuttumáli þá var ég ekki alveg að fíla mig niður í miðbæ, sko. Svo fór ég í D&D. Já. Ég fíla D&D, sko. D&D er cozy. Það er cozy, það er skemmtilegt. Já. Mæli með að prófa það. Já. Og svo ég bara búin að vinna og tala minna. Já. Þannig að þú ætla bara að tala ekki mikið núna. Nei, jú, örugglega. En Óskar minn. Já. Ert þú tilbúin kannski? Ég er tilbúin. Þú ert tilbúin. Partí, drama, stuðleysi og meira drama. Þetta eru dæmi þau vandamál sem geta komið upp í partíi. Það kemur mjög oft fyrir í góðu partíi að upp komi drama. Þetta drama getur síðan drepið partíið og allt stuð hverfur. Stuðleysi er líka ákveðið vandamál. Þegar partíið hefur ekki nógu mikið stuð, þá er erfitt að vera í teitinu. Allt er þá svo erfitt, skrítið og vandræðalegt. Drama, stuðleysi og meira drama. Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og erum 2 loðnir og velkomin í partíið. Það er ekki, það fylgði þetta. Það var ekki. Þú varst í partí þú sko, ok, ef við byrjum bara hana helgi, þú varst að segja mér að varst á The Podcast live showin. Live show með hlaðarpinu Kiss Army Æsland podcast. Já. Og það var bara mjög gaman. Já. Á mínútu númer 1 þá heyriði mig segja þetta er alveg frekar gott lag, sko. Samt ekki, sko, miðjukaflinn var svolítið en ok. Það var einhvern veginn svo leiðis. Það heyri staðins í mér. Frábært. Og ég þurfti að yfirgefa salinn 2 svar. Já, akkur. Ég er með litla pissi blöðru. Hún fyllist hratt. Það er margir glíma við það vandamál. Já. Og hún fyllist alltaf hraðar þegar maður drekkur alltaf mikið meira, skilur. Já. Og þá var frítt áfengi á staðnum, þannig þegar er frítt áfengi þá getur maður ekki stoppað. Já. Og þannig rétt fyrir hlé þarf ég að fara á klósitið. Alltaf lægi með það. Já. Síðan aftur þegar þátturinn að vera búinn, þá þarf ég aftur að fara á klósitið. Og þetta var bara spurning annarkvort fer ég eða ég bara pissi í buxurnar. Já. Og ég fara á klósitið, kem aftur, þá bara búið að læsa hurðinni. Nei. Og þá fæ ég ekki að vera með í endanum. Ég heyrði svona handa við vegginn þá bara
allir að klappa eitthvað og ég var svona En þú varst með frændaðinn, ekki? Jú, ég var með Fannari. Þú varst með Fannari? Já. Og Finn hana frændaðinum. Já, sem einnig svona kissari eins og ég. Já, þú er búin að smita, mér finnst það svo að þvingað kiss upp á hann, þú þvingaði mold upp í hann og kiss upp í hann, en já. Sem svona ákveðið sameigilegt, sko. Já. En var hann þá í lokin, eða? Var hann þá ekki læstur inni? Fór hann með þér á klostið? Hann þurfti að koma með mér í bæði skeytin, ekki út að ég þurfti einhverja sálulega hjálp. Hann bara var eins og ég. Þurfti að spræna. Já. Nei, hann þurfti að halda í stjórna fyrir mig. Já. En já, svo þetta partybúið og eitthvað. Ég gerði ekki. Þú var að hjálpa mér, hvað er með að pissa? Ég var held í tippi mitt. Það væri ofnáið. En síðan náttúrulega fóruð það aðeins út á lífið. Já, það var svona fyrir utan tökustæðin var bara flottu bar og það svo ég absinth í fyrsta skipti. Já. Sem að ég hélt að væri bara bannað. Bara út allt. Það er ekki bannað. Nei, það er búið að vera leifilegt í nokkuð tíma. Já. Það er búið að vera náttúrulega þetta sko byrjar allt á svona samkeppnisbatli. Þannig að absinth framleiðandinn var í samkeppni við annan áfengissala og sá áfengissali sagði að þú færð ofskynjanir af absinth. Já. Og fólk var að trúi því og þá kom það bara bannað. Já. Og það var bannað mjög lengi, eða ekki? Jú, það var náttúrulega bannað mjög lengi, svo bara var fólk eitthvað fyrkt að bara, það gerist ekki bara, það er ekkert að gera allt. Nei. En þannig þróaðist það. Þetta er samt alveg 80% áfengi í absinth, eða ekki? Jú, það er náttúrulega mismunandi, það getur verið náttúrulega 50 upp í 80. Það er rosalega mikið. Já. En, ok, við erum bara eitthvað voða réttir og við pröfum þetta báðir og við bara, þetta verður örugglega gaman. Og þetta var rosalega gaman. Við urðum alveg gjörsamlega hauslýsir. Og svo ringir Helga, kona mín, og segir bara, hei, ég og vinkonur mínar hittum aðra vinkonur í Keilu. Ég var að pæla í að halda eftirpartí, það er ekki cool. Og ég bara, það er ekki ekki. Svo mætum við á staðinn og það er bara rosalega fínt fólk hana. Og það kemur mér þess að gaur að mér og segir bara, hei, ég hef séð þig einhvers staðar áður. Og ég bara, ég er með hlaðvarp. Og hann bara, nei, það sá ég ekki. Það bara, og svo var eitthvað talað á milli og hendur með því að hann byrjaði að followa okkur á Instagram og hann suðaði geði mikið í mér að fá að vera með í þættinu og ég sagði bara já. Hann verður fyrst að hlusta á þættinu til að fá að vera með. Já, en ein leið fyrir hann til að vera með í þættinum er að hringja í talulegu okkar 792-2025. Nákvæmlega. Og þar getur bara langar að vera með. Hringdu í þetta númer. Þá er það bara, ok. Já, getur bara sagt hvað sem er. Bara... Já, og við tölum Já, nákvæmlega. Ekkert mál, tala svoleiðis. Já, og partí. Já, viltu vita meira? Já. Ég skal segja meira. Já, það er bara voða fínt fólk hann í byrjun. Já. Blá ókunnugt fólk reyndar. Já. Ég og Helga þekkjum mjög fáa. Og allt þetta fólk er bara heima að mér í partí og ég bara, ok, það er alltaf læg. Síðan koma 2 gaurar. Já. Seinna. Já. Og þeir í byrjun eru bara ágætir. Já. Síðan allir bara tala við einhvern félag sem bara, eitthvað bara dópa, segir hann. Eða það segir... Ok, eitthvað þú veist að fá okkur sveppi eða kókain eitthvað, við erum svo svalir eitthvað. Hei, hvað segir þetta partí? Eitthvað að doppa í partíinu? Ég er með dopp með mér, ég er með 5 dopp. 5 dopp. Viltu köpa dopp? En það var svona ákveðin trigger, ég bara ok, þetta er ekki cool. En læta slæta í bili. Já. Síðan brotnar klósisettan hjá hún. Hvernig samt? Ég eiginlega veit ekki hvað var að skeið. Það var einhver stelpa. Já. Held ég að gubba í klósitið. Þú veist, ég meina, ok, allir gubba í klósitið einhvern tímann. En ég veit ekki alveg hvernig maður fer að því að brjóta klósitið. Og það sem meira er, hún byrjaði að brjóta klósitið. Já. Og svo nær hún einhvern veginn að kveiki í hárun á sér. Já, hún var ilmkerti eða eitthvað á klósettinu. Ekki á klósettinu. Hjá klósettinu. Já. Og hún er svona skilurðu? Og ég fór að finna sviðalykt, en
ég held að þetta væri einhver dóplykt því að allir hafa fundið litla grasi og það er ógeðsleg lykt og þetta var svona ógeðsleg lykt því að sviðalykt er ógeðsleg Já. og þá bara snappaði Óskar Það bara... og ég mitt spyr þig, hefur þú einhvern tímann séð mig reiðan? Alvöru Ég held það, já, ég held það. Ég var brjálaður Þú sprjálar. og ég bara, heyrðu, klukkan er 3:30 þetta partí er bara búið, ég finn skrýtna lykt fólk er að tala um að dópa klósisinn er brotinn og bara út núna Já. og ég var svo ógeðslega reiður ég orðið 3 sinnum reiður á æfinni Já. og ég man ekki neinn skipti en ég man þetta skipti Já. og ég bara, ég er ekki að grínast núna út og bara ég stóð svona bara ógeðslega kjur og brjálar í framann og ég bara var þannig þá þetta allir voru farnir Já. ég kannski óreaktaði en ég bara hef ekki þolinmæði fyrir ég skal bara vera næs og segja kjánaskap Já. og þá lærði ég það aldrei hvað ég er að predika hérna þegar ég sjáðu vídeóupptökuna aldrei bjóða fólki sem þið þekki ekki í partí eða hvað Ég er ekki alveg sammála því. ekki samla Nei. þegar sko þetta fólk var fínt þá til sér Já, þú þekktir þau ekki. Mér finnst að hóstin ætti að þekkja alla. Helga þekkti ekki þetta fólk heldur þetta var vinkona Helgu sem að þekkti þetta fólk var að vinna með því eitthvað Já. og þá út af því að vinkonunnar er vinkona mín eða þú veist, skýrur bara ok, ef hún á einhverja vini þá hlýtur þetta að vera gott fólk sem þetta var þá til einhverju aðri vinir einhvers annars komi líka Já. þá var þetta vesen Já. Ok, skil. Óskar snappaði Já. Já. Ok, það er aldrei liss. Ég þól ekki svona. Ég skil það. Þetta er svona eins og bara, þetta er svolítið vesen. já, mjög mikið Þetta er svo mikið vesen. Og maður nennir ekkit svona vesenni. nei, ég einmitt mikið ekki í vesen sko síðan einmitt daginn eftir þá erum við bara eitthvað að taka til og svona Já. á bankar nágrann minn bara, hei, voru þið með partí í gær? Og ég bara, já, þannig að það er einhver sem keyrði á bílinn minn og ég bara, oh shit, þú veist, það er ekki hugmyndið það hann fyrir með mig út og sýnir mér þetta og ég bara, guðin góður, þetta er glatað ég náttúrulega bara var miðið mín út að það var eitthvað partígestur sem að ég þekkti ekki neitt og hafi gert þetta og ég sagði hann það að ég var bara með partí sem fór úr böndunum og þekki ekki neitt fólk sem var í partíinu og ég geti ekki hjálpað hann nánar og hann talar eitthvað að ringja á lögguna og ætlar að láta hann koma að tala við mig og svona og Hvað er til löggan að ná ykkur meiri upp úr þér? Hvað segir ég? Ég er lögreglumæður Felix. Hvað gerðir þú í gær? Ég var með partí. Já, partí. Ok. þetta fór eiginlega ekkert lengra kom eitthvað fólk sem ég þekkti ekki neitt og svo fór það bara Já, nákvæmlega. en síðan er ég og kona mín allir bömmir í þessu bara í svona nokkra klukkutíma og síðan kemur gæinn aftur seinna og bara heyrðu ekki hefði þetta var ekkert mál þetta var bara einhver unglingsplebbi sem að keyrði vart á bílinn minn tengdist okkur ekki neitt sko Já. mammans kom með unglingin og þau voru reið mamman var reið í unglingin og unglingurinn var svona pleppalegur og þetta var bara búið fyrir mig og við keyrðum til Keflavíkur og keyptum ilmolíulampa Já, nákvæmlega eins og maður gerir. eins og maður gerir Já, það er bara annarkvort súkkulaði ilmolíulampi. já, Annarkvort. Já. já, Sko, ég fór í partí, eða svona, ég fór ekkert partí, ég fór niður í bæ á föstudaginn, eins og sagði á það. já, bara ekkert partí undan, bara beint niður í bæ Jú, fórum smá hittumstaðins, fórum að drekka smá bjór, svo fer við niður í bæ. Ég er hræddur við miðbæinn. Aftur. Aftur? Já, ég var náttúrulega hræddur þegar ég var yngri, sko. ok, Sko svona stóða skrýtna fólki niður í miðbænum og eitthvað svona. Og svo fer ég hérna niður í miðbæ og ég bara var ekki að finna mig, sko. já. Ég var bara, það er allt of mikið af fólki hérna. Það er allir í sleik og kjamsandi á hvort öðru og svoleiðis og grenjandi og þurrkandi tár og kissa og sleggja og eitthvað svoleiðis og drekka á sama glasi og ég bara, hvað er enginn að hugsa COVID? Ertu komin þangað? Ég var bara, er öllum drullu sama persónulegt svæði? Já. Greinilega. Já. Það er bara
öllum drullu sama sem er að niður í bæ og bara tekur afleiðingunum bara, fá bara COVID man get me COVID man get me COVID man Já, ég veit ekki hvað skal segja. Ég fór niður í bæ áður en ég fór í partíið og ég skemmti mig konunglega og ég er orðinn einn af þeim sem að er bara alveg saman COVID, sko. Já. Ég veit ekki hvort ég hef sett það í þættinum en var í Svíþjóð og þar var öllum drullu saman COVID. Já. Og þá eiginlega bara varð mér drullu saman COVID. Sko, ég hef ekkert upplifað þetta almennilega fyrir núna. Já. Að fólki ég er greinlega hugsa aðeins meira en margir aðrir. Fylgjum sóttvörnum í vinnunni að spritta shit og ég spritta shit og sprittaði mig og svoleiðis, svo bara varði ég aldrei almennilega fullur, komst aldrei almennilega í stuð verður að fá þér absint og af því að þetta var bara mér leið bara ekkert vel já, ég skilji og svo fórum við sko, ég náttúrulega, ég réði ekki ferðinni þetta voru vinkonur kærustum minnar ég var bara svona fylgifiskur bara ég ætlaði að fara tónleika það var upphaflega planið, bara hefur ekki bara tónleika eitthvað klukkan svo ég var til að fara á allir maður rock tónleika þannig ég klæddi mig svona rockara legan sko. Varstu kannski með make-up svona yfir augunum? Nei, eiginlega ekki, ég sletti því sko. Það pæla í það? Já, ég var hugsa það en þannig að ég var í bara stórum bomsum og var ekkert í spariskónum sko, ég var ekki í dansiskónum mínum þannig að ég var ekki þungum skóm og svo bara, ég var að fara hérna ég nenni ekki þessa tónleika bara já, ok förum bara niður í bæ og förum að dansa ég bara, já, ok, til að dansa svo förum við eitthvað klubb hana og svo bara ég bara ég kann ekki svona dansa nei, það er rosalega langt síðan maður fór niður í bæ síðast ég dansa oft heima hjá mér ég dansa oft við tónlist sem hefur laglínu já, eins og Papparnir Stayin' Alive það er ekki alveg já, og eitthvað svona Cotton Eye Joe já skilur, ég get alveg dansað með það skilur. Þú þarf að gera eins og ég fara á Pablo Discobar það er búið að opna hann aftur já, ég sá það var bara biðröð, ætlum á hann það var bara rosalega biðröð þannig við fórum eitthvað annað og það var bara biðröðir allstaðar það er allir orðnir rosalega þyrstir í lífið aftur sko og mér finnst allt vera aftur að svona hægt og rólega verða normal finnst mér sko maður sá það svona niður í bæ já, en talandi partí við förum aðeins aftur þangað sko ég hef farið í mörg partí á minni ævi og hef djammað á mörgum stöðum mér fannst mjög gaman að fara í bústaðarpartí já, mér finnst partí yfir höfuð bara miklu skemmtilegra en klúbbar já, ég er samanlega sko þar sem að ég tala mikið og get spjallað við fólk og kynnst fólki já án þess að segja hvað það segja? Hvað segja þau? Ef fólkur hefur fara út að bjór, já, og sem alltaf gera tákmál það er þetta, maður þarf að gera svona handar bara ég bend á þig, bara svona já, skot en í partí þá bara getur maður talað já, og það getur verið tónlist líka það getur verið tónlist, en ég ekki það fyrir því hvernig partí þú ert það að fara í rave-partí þá getur það búist því að það verður ekki spjallað já en þá getur maður samt farið afsíður svo spjallað ég fór í bústaðarpartíinu sinni já og allt í góðu með það var mjög bara skemmtilegt partí og var þá held ég eitthvað 18 ára og fyrir hann í eitthvað lengst út í raskat í bústaðarpartí og það var bara mjög gaman nema það að okkur var lofað gistingu já bara strákar komið í partí það er alveg gisting, pláss fyrir alla og eitthvað já, það var ekki pláss fyrir alla það var með hávetur þannig að ég var ekkert að fara að sóta í bíl nei. Ég var bara vakandi til bara eitthvað þannig til að ég var bara stjarfur, ég gæti ekki haldið augunum opnum búin að taka til eftir partíið það sem ég var ekki svona halda ég bara, ég hef ekki að gera fyrir að vaska upp að henda rusli og og þannig að hvað gerir maður þá, Óskar? Ef það er ekki gistpláss fyrir því? Já eins og þú varst að segja
bara taka, það samt svo leiðilegt eitthvað að taka til sem að, í partíi sem að held ekki sjálfur. Já. Ég var alveg fullur, sko, þetta var alveg gaman. Já. Ég var bara, Klíni sér glös. ég að vera myndarlegur. Já. Mamma verður stolt af mér. Dítú. En hún veit ekkert af þessu, þannig að mamma mátti vera stolt núna Chris Böggur tók til. eftir partí sem hann hélt ekki eins og sjálfur, en svo, hann tók samt aldrei til heima hjá sér. Kemur þessi, sko. Já. Já, Hvað gerir maður þá? Þetta er ákveð vandamál. Þú veist að fara í partí, þeir eru lofað gistingu. Hvar átt að sofa? Voru engir sófar eða stólar? Allt upptekið. Það voru stólar. Já. Einhver hefur, ég man sögu að einhver reddaði sér með því að taka svona 3 eldurstóla. Já, það er ég. Varst það þú? Já. Það var í þessu partíi. Enda bara að púsla þeim við stólum saman og lásta þeim einhvern veginn. Já. Ég setti 3 eldhússtóla saman. Já. Og þannig að einn var kannski vinstri hliðin, bakið á vinstri hliðinni, miðjustóllum var með bakið á hægra hliðinni og lappirnar með bakið á vinstri hliðinni. Já. Þannig að ég var nokkurn veginn svona ekkert að fara að velta mér úr þeim. Já, snið. Ég náði alveg held í 5 tíma svefn, sko, Nú, já. á þessum stólum. Já. Og keyrði svo heim. Hvernig var að vakna? Ég hef átt betri svefn. Já. Hvernig var bakið? Á þessum tíma, Óskar, var þér alveg drullu sama Já. um það. Og það var maður bara slétt. Já. Þannig að ég bara let mig hafa það. Já. Maður gerði það oft. Já, manni var alveg sama, sko. Núna er maður orðið svona prímadonna. Það bara, Sofi, ég tek leigubíl heim. Já. Leigubíl. Sæs og skall, alltaf. Voru þetta svo heima? Já. Ég hef líka alltaf verið þannig, ef ég fengi gistingu hjá einhverjum af ykkur félögum mínum, þá er náttúrulega þegi það, ég kann ekki íslensku, sko. Þuggi það. Þegi það bara. Já. Og Þáði, þarna. Já. Og þá hef ég bara verið, ok, ég er fullur, ég get ekki farið heim, fer bara að sofa. Og ég hef krasað í sófa, eða í bara fínasta svettsófa eða rúmið eða eitthvað. Sér einhvern veginn endar alltaf þannig að ég vakna svona 6, hálf 7 og ég er bara svona, nú veitur. Og ég ekki bara staðan og fer heim. Ég segi ekki einu sinni bless. Ég hef tekið eftir því. Já, ég einhvern tímann fekk ég gistingu hjá ykkur og það var bara mjög fallega gert og svo bara vaknaði ég og ég bara, ég er farin. Bye. Ég nefnilega elskar rúmið mitt. Það er svolítið svoleiðis. Já, ég skil það bara mjög vel. Já. En svo hef maður farið í partí. Já. Og drama Já. á til að koma upp í partíum. Já. Það á svona, maður verður opnari og hreinskilnari með vögva. Yfirleitt, já. Maður fer, og stundum fer maður á svona trúnó og segir hluti sem maður á ekkert að vera að segja. Er það svona eitthvað, stundum getur alveg verið saklaust eða ekki? Jú, það getur alveg verið saklaust. Getur alveg verið og skiljanlega. Stundum það get ekki allir opnað sig venjulega nema að fá sér smá í tanna og segja bara 20 blaðsna ritgerð. Fara svo að gráta og partíið fer í að hugga þann einstakling. Já. En Óskar, hvernig núna, við lendum í þessu vandamáli. Þetta er hálfgert vandamál. Þetta svona er púber. Þetta skemmir partíið. Þetta drepur stemminguna. Algjörlega. Hvernig ámar að laga það? Óskar. Frá sérfræðing til sérfræðings. Ég held í mann eftir einhverju atviki þar sem við vorum að hugga einhvern. Já. Og aðferðin sem þú ákveðst að nota var bara eitthvað rosalegt philosophy að bara teipi píku. Það væri bara það sem lífið snýst bara, þú veist, lífið er bara teipi píku, skilur. Já, áhugaverður einstaklingur sem þú ert að tala það greinilega svona flott, ég veit, þetta var ekki ég, sko. En hefur góðan nálgun á lífinu. Ég sé það.
Ég var viðstaddur þarna líka. Já, Ég man eftir þessu. Þetta var fallegt moment. Þetta var það sem einstaklingurinn vildi meina. Sá sem sagði þetta var að það þarf ekki að flækja hlutina. Nei, það er enda rétt. Það er hægt að velta sér, sko, yfirleitt eru vandamálstráka eða margoft stelpur. Já. Og í þessu tilfelli var það stelpur. Já. Minni mig. Og þá er ég að raunni að meina, nei, ekki þú, vinur okkar. Það sem ég skil að hann hafi verið að meina var... Ástráður? Já, mjög líklega, öruglega hann á heima hana. En það var sko, ef ég á að segja, bara hafa þetta einfalt. Já. Og auðvitað erum við karlar og konur erum svo gjörólík. Já, við erum það. Og allir eru með á einhvern sinn hátt og tala öðruvísi og meina annað og eitthvað svoleiðis. En maður á ekki að velta sér upp úr hlutunum. Nei. Maður á ekki bara, þetta á er einfalt. Þetta er bara penus la vagina. Já, það er fallegt. Já. En drama, hvernig myndið þú lesa það? Hvað á að gera á Óskar? Erum við þá að tala bara eins og þetta? Já, tökum bara þetta dæmi bara. Það er einhver... Ég veit ekki hvað ég á að gera og allt ömuleg. Já, þá eiginlega bara... Maður verður eiginlega bara að hugga manneskjuna, sko. Já. Er það ekki? Jú. Bara... Segja þetta að vera alltaf lægi og TV bíó. Já, ok. Nei. Já. Ég held að það sé svoleiðis. Bara hlusta og hugga og svoleiðis. Já. Og... En ertu ekkert að reyna að peppa manneskjuna aftur? Koma það partíða? Jú, helst vil maður náttúrulega haldi bara áfram. En síðan er náttúrulega, yfirleitt gerist það oft svona í lók partís. Yfirleitt. En þetta á til að gerast, sko, þegar partíð er í hápunkti og svo... Áhverju er allt svona leiðilegt? Já. Áhverju er allir vondir við mig? Þá bara... Ef þú værir kannski skemmtilegri við aðra, eru aðrir skemmtilegri við þig? Já, myndir bara koma með ráð bara. Já, bara það er svo gleði. Já, það er örgulega bara það myndi virka. Ég myndi að vera mjög sáttur með það, sko. Bara, já, það er rétt, það er svo gleði. Og svo bara byrja allir að háma í sig ís og eitthvað. Það eru til margar leiðir. Já. Ég er búin að stúdera þetta. Ég hef oft verið einstaklingurinn bak við eirað og hlustað á marg dramamál og leist mörg vandamál. Jú. Þar sem að ég er einn af 2 loðnum og er vandraða... Vandamála leysari? Já. Það er að hendin út. Hæ? Já. Hendur út? Bara burt, vandamál leist. Já, það er endar ákveðin lausn. Hún virkar. Já. Það er í 100% tilfella þá virkar sú lausn. Bara að fara heim? Já. Eða... Já, bara segjum að fara heim, bara heyrðu, ég held að bara sem komum tími og að þú fara að hlusta svona aðeins á hann, já, ég skil. En vilt ekki bara leggja þig? Já. Jú, ég bara fara heim, fara lúla. Það var bara þetta marði. Reyndar, annað er að dreifa huganum. Já. Bara, fá manneskjuna aftur inn í partíið. Já, bara viltu fá þig drikk með mér, bara hvað sem fáum okkur að drekka og spjöllum og breyta umræðefni. Já, tala bíla eða eitthvað svona eitthvað sem manneskjun hefur áhuga á. Já, peltor eða eitthvað. Já, einmitt. Það er allir hafa áhuga á peltor. Já, ég elska peltor, sko. Og tala svona annað. Já. Eða eitthvað áhugamál bara, hvernig tónlist hlustar á? Já, hvað hlustar á aðalega? Ég hlustar aðalega á Kiss. Á Kiss? Ég hef mjög vinn sem hlustar ógeðslega mikið á Kiss. Já. Og svo eignast hann besta vinn. Nákvæmlega. Og þá fer maður bara, já, eitthvað sameiginlegt með einhverja með. Já, hví. Og svo er náttúrulega hægt að rökræða pólitík. Já. Eða parmesan. Nákvæmlega. Það er ekkert skemmtilegt partí. Ég veit það. Ég hef alveg skemmt partí þannig með því að rífast, sko. Það var mjög fyndið. Já, eftir á, en ekki meðan það stóð því að við vorum leiðilegir og pirrandi og þetta var ekkert gaman, en ég held ég áfram og mér fannst þetta gaman. Það var mjög fyndið, sko. Já, ég veit heldur ekkert hver það var, en
Já. En já, það er að leysa vandamálið þannig og fá stuði aftur í partíið. Já. Hvernig færðu stuð í partí, Óskar? Eftir svona? Já. Bara, ég veit ekki flækja hlutina, skilur. Já. Ég veit ekki alveg hvað það að segja. Já. Bara, wow. Já, þetta er ekkert erfið spurning. Nei. Bara... Hvernig færðu stuð í partí? Hvernig færðu partí aftur í partí? Bara... Hvernig færðu pjeið í arti? Ég veit ekki, bara leysa málið, gráta kannski með honum. Já, ok, bara ekkert endilega drama. Drama er búið, nú er allir bara Já, spil. Já, Partíspil. Myndirðu draga eitthvað drikkjuleik? Annarkvort drikkjuleik eða það til partíspil sem að er bara svona spilastokkur og þú dregur bara upp spil bara allir dökkarið drekka og þá bara drekka til dökkarið og svo... Já, það er drikkjuspil, já. Og það var bara góð tónlist og hlæja og það var gaman. Já. Og svo náttúrulega frábær leikur, Jackbox. Já. Party Pack. Já. Það eru leikir sem eru bara mjög góðir til að búa til stemmingu. Og já, bara dansa og spjalla og hafa gaman. Já. Ég reyni aldrei að flækja hluti í partí, held ég. Nei, nákvæmlega. Maður á ekkert að flækja hluti. Það á að vera gaman. Partí á að vera gaman. Skilja eftir áhyggjur bara svona heima. Já, nákvæmlega. Gleyma sér í smá stund. Sko, þú átt að geta að fara í partí til að þú átt að fara í partí til að skemmta þér. Já. Partí saman sem skemmtun. Já. Og þú átt ekki að bjóða bara introvertum í partí. Nei. Þú þarft að hafa einhvern, þú átt að bjóða fólki sem þú veist bara, þessi er skemmtilegur. Bjóða honum partí. Þó að einhver introvert sé skemmtilegur, bjóða honum líka partí. En máttu ekki hafa bara fólk sem er bara, ég er svo lítil í mér. Nei, ekkert endilega bara, sem er bara, segir ekkert, maður spyr bara, hvað gerir þú? Vinna. Já, búið. Já, búið. Þannig að þú þarft að hafa svona einhverja gaura, fólk, ekkert gaura, bara fólk sem er úti í öllum, tala við alla. Og bara allt, eða þú veist ekki neitt. Já, hefur áhuga á öllu sem manneskjan gerir. Já. Bara manneskja spyrir bara, hvað er sér, ertu í hljómsveit? Já, vá, magnaði maður. Hvað er það að spila á? Gítar. Já, ok, er það ekki svolítið flókið það? Nei, og bara þróa þannig að manneskjan opnist meira, skilur við. Það er mjög skemmtilegt. Þannig að maður þarf að velja fólk í partí. Já. Af því ég var alveg farið í partí þar sem allir voru bara, sátu bara. Já, gött. Ég hef farið í partíðar sem allir voru einhvern veginn sitjandi bara svona gera ekki neitt. Það var valla tónlist í gangi. Já. Það var mjög skrítið stemming, sko. Það er svolítið skrítið, sko. Þannig maður þarf þá að fara og setjast hjá einhverjum og tala, nota munnin. Nota munnin. Það er alltaf gott að nota munnin. Bara bjóða fólk í sleik eða eitthvað. Já. En, já. Nei, ég veit ekki hvað ég segja frá þig. Fannar hafði gaman. Já. Í partíinu? Já, hann fekk að leika sér. Ok. Já. Sumir enda partíið þannig. Sumir enda partíið með því að leika sér með öðrum. Já. Og það er gott að fólk leikur sér. Það er bara mjög fallegt og þó það endist um í því að fólk þurfa að ræka sig. Já. Það var náttúrulega annað mál, sko. Já. Þá vorum við niður í bæ. Og þá var við ákvað einn af okkur að stinga af. Bara, þetta er bara búið að mér í kvöld. Já, bara strákar þið mig bara fara eitthvað annað. Já, bara sjáumst á morgun. Svo erum við að fylgjast með honum hvort að það sé ekki allt í lagi. Því að hann náttúrulega býr ekki í bænum og svo endar það bara þannig að við fyrum að spjalla við dömuna sem hann er að dansa við. Og hún segir, hvernig finnst þér á þennan dreng? Og hún bara, hann er sætur, hann er svolítið með ekkert skegg. Ég bara, já, það er ekkert mál að leysa það. Það sem að ég, Kristbergur Ómar Steinarsson, leysir öll vandamál. Já. Sagði bara klippur eða rakar á hann skeggið. Ert þú sem varpaði þessari hugmynd í hana? Já. Já, svoleiðis. Ég leysti vandamálið. Já. Þar sem góður vængmaður eins og Kristbergur Ómar Steinarsson gerir. Hann leysir vandamál. Þetta var náttúrulega geggjað. Og
svo fekk hann þessa fínu skeggsnirtingu að þegar heim var komið með dömunni. Bara svona í svona kaupæti. Já. Ekki kaupæti. Kaupauka. Kaupauka. Já, kaupæti. Já, eiginlega, bara ekkert kaupæti. Hann keypti ekki neitt í svona... Hann fekk bara snirtilega fría skeggsnirtingu. Já, frábært. Já. Það var gaman að sjá hann daginn eftir. Það var stór skemmtilegt. En það var náttúrulega, maður ávist ekki að sinna klippingum eða skeggsnirtingum vel í glasi. Nei, það er ekki sniðið. Það væri hægt að klippa eitthvað annað en skegg. Já. Það er, þú veist, ekki, eða þú ert að bara, ok, þú áttur ekki vona að vera heppin. Að fara að ákveða að raka suðrana svæðið, skilurðu. Ekki gera það fullur. Nei, það er bara hættulegt. Það er hættulegt. Nei, ég myndi ekki þóra því, sko. Vertu bara wild, bara welcome to the jungle. Bara hafa það þannig og svoleiðis og passaði á tígristýrinu, skilurðu. Wow! En það er náttúrulega máleg, bara ekki gera í glasi. Nei. En síðan er náttúrulega svona leikjapartí. Já, við förum í oft þannig. Já, við komum til með að kalla þetta smjam. Smjam, já. Því þetta var hittast, spila Smash Bros og aðra leiki. Já. Fara svo niður í bæ, einhverjum ástæðum. Já. Við höfum aldrei farið niður í bæ eitthvað almennilega. Það var, nei, við höfum aldrei, held ég, endað niður í bæ. Í svona leikjapartí? Já. Nei, það fór kannski, því eldri sem við verðum, því meira fórt úr því að vera leikjapartí, eiginlega bara vera svona eiginlega venlegt partí. Já. Og svo, endaði með að einhver okkar fór í skeggsnirtingu. Já. Við höfum hins vegar gert tilraun til þess að fara niður í bæ. Jú. Já. Þá vorum við búin að leika okkur mikið. Við vorum búin að leika okkur mikið. Drekka mikið. Og svona rétt 12, þá bjóst þá eiginlega í Grafarvoginum. Já, nánast á sama stað. Já, nánast á samastað, við erum næsta húsi nánast. Og við bara, hei, þú fyrir niður bæ? Já. Bara, fyrir bara niður bæ. Mér langar að labba niður bæ. Já, labbum niður bæ. Ekki bara labba niður bæ? Það er svo stutt að labba frá Grafarvogi niður bæ, þetta er bara ekki mál. Og það náttúrulega var kæristu okkar. Já. Þar voru báðar edrú, held ég, að Helga og okkur sem að fór sér eitthvað smá, en hann var ekkert á sama stað og við allir hinnir. Nei, já, við vorum öll saman, já. Já, við vorum öll saman og við bara, Delbu, við farum niður bæ. Við geta labba niður bæ, já. Og það er bara, alltaf. Já, klæðið ykkur, hér er númerið mitt, Kristbjörgur, því að ég veit að þú manst það aldrei. Já, hann er alltaf númerið hér. Skrifaði það í lóan á mér. Og svo löpum við. Já, svo bara leggjum að staði í ferðalag. Já, svo náttúrulega, þetta er alveg löng leið. Þetta er mjög löng leið. Og við náttúrulega vissum það ekki. Nei, þetta var mjög stutt í huganum. Já. Það var bara, að mér blöði labba niður bæ. Já, bara komnir. Og við náðum alla leið upp á... á Höfða. Já. Náðum allarleið þangað og þar voru við eiginlega sóttir. Já. Það var ekki hringt í okkur, það var bara við vorum bara teknir upp í bílinn. Já, basically. Bara af konum okkar. Bara, partíið er búið, farið heim. Bara svo. Já, það er gott. Öllum ekki kallt. Og það er ekkert vitlaust að fara að sofa. Þetta er sniðugt. Það var svo sem hægt. Það var samt alveg ævintýri. Við fundum alls konar hluti. Já, fundum reiðhjól. Við fundum reiðhjól, já. Og eitthvað annað held ég. Ég fann sprungið dekk. Já, sprungið dekk, alveg rétt. Þannig sem ég tók með heim. Já. Já, ég tók það með mér. Já. Setta í skottið á bílum. Já, það var í skottinu á bílum í hálft ár. Já, ég er þetta mann eftir að ég staðleinu svona í stól. Já. Það var bara í fyrra eða hitti fyrra eða eitthvað. Þetta var bara venjulegur stóll, nema hann var pínu lítill. Og ég bara, þetta er finnast í stóll sem ég hef séð. Og hendi hann bara í skottið mitt og lokaði og læsti. Svo bara, ég held að ég er búin að henda stólum. Já. Það er gott. En já, áfengi er sama sem og oft bara vandræði. Já. Og maður gerir oft hluti sem maður ætlar sér ekkert að gera. Já.
en auðvitað hefur maður, veit maður að það má ekki, mm. en maður gerir það samt. Já, Eins og með því að stela stól, taka dekk, kveiki í skónum sínum, einmitt. Eða eitthvað svoleiðis. Já. Ég þekki, Fara í feluleik manni. fara í feluleik og svoleiðis. Þannig að en það er oft, maður svolítið svona, það er alltaf einn einstaklingur, oft, ekki alltaf, einn einstaklingur sem er svona þetta er ekki sniðugt, ekki gera þetta, svona passar upp á alla, Já, sem er svona svolítið eins og mamma. já. Já. Við erum svolítið hefnir að eiga eitt svoleiðis. Við eigum eitt svoleiðis, sem er svona ekki sniðugt að gera þetta. Já, ekki núna. Ekki núna. Ekki kasta glas í kallinn. Nei, ekki gera það. Þegar sko margir breyta seglega í börn aftur. Tæknilega sér. Þetta er bara, það eru allir börn. Já. Það er einhvern veginn oft, bara ég vann sem dyravörður. Já. Í 2-3 ár. Á Selfossi. Já. Og þar var einhver gæi sem bara, stelpur sjá mig, ég stend upp á borði. Úi, vá. Og allir bara, oh my god, hann stendur upp á borði. Og svo kem ég niður af borðinu. Ok. Og hann fyrir niður og svo, stelpur, ég stend upp á borði. Og það bara, oh my god, hann stendur upp á borði. Og ég lappa aftur upp á gæjanum, bara, ef þú stendur aftur upp á borðið, þá ferð þú út. Nei, maður ekki að gera það, maður ekki fyrir fram á stelpuna, maður Ekki gera það. bara please ekki að gera það, ekki hendur mér út. Já. Ég bara, ekki þá standa upp á borði. Já. Og hann stóð ekki aftur upp á borði. Já, vel gert. En það er bara einhvern veginn, það verða allir börn. Já. Og ég sjálfur, ég veit ekki það, ég verð svolítið barnalegur. Já. Og ég var að fara á ball, menntaskólum á Laugarvatni. Já. Og þar var einhver gestla. Og ég var ekki í gestinni, ég var að fá mér. Já. Og ég bara, mér langaði ekki að borgin. Það kostaði inn á ballið og kostaði eitthvað 20 skall eða eitthvað. Ég bara, ég tími ekki að borgin á ballið. Og það er svona dyravörður og bekkjar, skólabróður minn sem var í hurðinni að passa að allt sem er feldum. Allir borgi, ertu búin að borga? Fengi allir stimpil eða eitthvað. Þannig að ég labbaði í gegnum dyravörðuna sem krabbi. Úi. Og ég bara, ég er krabbi. Ég er krabbi. Og hann bara, nei, Kristbjörgur, þú voru að borga. Nei, ég er krabbi. Og endaði það með því að virka það? Nei, ég borgaði. Þú þurftir að borga? Já, hann náði mér þegar ég breyttist úr krabba í Kristberg aftur, sko. Ok. Já, hann bara, þú ert ekki krabbi núna. Ég bara, Það er átt að vera krabba allan tíman, sko. Já, það er bara svolítið erfitt að vera krabbi, sko. Það er svolítið óþægilegt. Það er labba til hliðar. Já, Það er svolítið pyrrandi, sko. það er náttúrulega svolítið Það er örugglega mjög glata að vera krabbi. Já. Þú geta bara labba til hliðar. Já, En hérna, ég mitt var einu svona frón. já, Varst þú ekki dyravörður allan að þegar þetta var 800 bara eða? þetta var 800 bara, já. Já, ég var á frón. Og ég var einmitt að skemmta mér. Og ég gerði einhver fíblalæti svona að seipa þessu kljóru borð. Nema, manst eftir þetta voru svona hillur úr svona, þetta voru svona náttúrulegar tréspýtur. Já, Og voru svona hillur eitthvað við borðinu og svona. já, Og ég er að hafa ógeðslega gaman. Þannig ég horfa á þessar hillur og ég hugsa, það er eitthvað sniðið að klifra upp á þetta. Og ég byrja að klifra bara upp. já, Og svo allt í einu bara brýti ég svona 2-3 spýtur og Ok. þetta gólfið. já. Og ég er svona stend geðisnægt upp og ég fyrir bara heim. Ég bara svona, Já, ég fann ég var með nokkru vinnum og ég bara, sagði ekki bæ, ég er bara farin. Ég bara fann. Já. Sko, ok, þetta eru svona vandræðagemsar sem er ekki undir eftirliti mömmunar. Nei. Nei. Og oft kemur fyrir að þessi vandræðagemsar gleyma að vera undir eftirliti og gera heimskolar hluti. Já. Meðal annars í partíum. Já. En í partíum þá eru þessi vandræðagemsar. Þar á meðal hef ég verið vandræðagems í partíi. Já. Hvað á maður að gera við þessa vandræðagemsa? Náttúrulega, ef þú ert með svona mömmu, þá ertu í góðmálum. Já. Því að hann mun alltaf svona stjórna þér, bara vertu hér Já. og bara býti hér Já. og svoleiðis. En stundum gleymir mamman sér og er ekki að fylgjast með og vandræðagemsin gerir eitthvað af sér. Já. Hvað á maður að gera? eins og brjóta klósetu. Eins og brjóta klósett. Já, þá bara þú getur snappað. Já, eins og Thanos. Já. Bara, já, nákvæmlega. Og þú getur hvað getur maður gert, skilur?
Núna... ég held að þú væri líka í að leysa vandamál, Óskar. En mér leiður, þú hendir hann bara út. Hendur út, það náttúrulega eitt. Það laust. Þá er þú vondikallinn. Af hverju? Já, reyndar eftir vondikallinn, en einhver þarf að taka ábyrgð og hann þarf bara að fatta það að þú átt ekki að steikja hamborgara upp úr bjór á pönnu í eldhúsinu. Új, gerir þú það? Já. Új, bara... Já, keðveit góður hamborgari. Nei. Það besti hamborgari sem ég hef smakkað. Ég hef gert það 2 sinnum að því að hann var svo góður. Já, það er þetta hljóma spennandi allt í einu. Já, en pannan skemmist, sko. Ég held já. að ég varður svolítið klístruð og sigur. Það er mjög erfitt að þrífa hana eftir á. Yfirleitt kemst ég hjá því með því að fara. Nákvæmlega. Það er náttúrulega, ef þú ert vandræða gemsinn, ef þú ert vandræða gemsinn og fattar og ert vandræða gemsinn og ert búin að gera eitthvað aðsynlegt, það er bara að fara, sko. Já, eða bara segja frá. Bara, heyrðu, ég skemmdi hérna baðherbergið þitt, ég brjót 3 glös, bara fyrirgeðu, skilur við. Bara afsakið, hérna, ég skal kota bara rengsnúmer þitt. Já. En oftast gerist það ekki. Það sem að vandræða gemsinn á það til að stinga af vettvangi. Já. Ef, sko, þú getur verið big boss man og bara sagt bara, góðu, talaðu við mig. Bara, þú múið gera þetta, hvað heitir þú? Sigfús. Já, hvað er númerið þitt? Já, ok, 7, já, ok. Og tekur bara niður númerið, bara, heyrðu, þú ert farin. Og svo bara hringir ég hann bara daginn eftir. Sæll og blessaður, Sigfús minn. Kristbergur heiti ég og þú braust glas. Þar á meðal 3 Ítala glös sem ég er búin að safna. Klósettsetu, þetta samtals kostar þig 5.555 krónur. Vinsalast legðu inn á mig eða ég hringi á lögfræðing. Bara bing, bara búm! Þá náttúrulega verður bara einhver hræddur, skilur. Það var bara big boss man. Já. En ég meina, ég veit ekki hvað maður myndi gera við vandræða gemsa, sko. Það er að henda þeim bara út. Bara henda þeim út. Já. En oft er þessu vandræða stundum gaman af þessu vandræða. Já, það er einmitt það sem ég ætla að segja. Yfirleitt hef ég gaman að því, sko. Já. En svo, ég og frændi minn vorum hálfgerðir vandræða gemsar fyrir utan Alþingishúsið helgina að fara í Kollnís í Garðinum. Bara af því bara. Já. Og okkur fannst það mjög góð hugmynd. Við reyndum líka að klifra upp á þarna strákin. Klifra upp á strákin? Sem er... Hei, strákur, klifra upp að þið. Það var svo stór. Nei, hérna... Styttan hana í miðjum garðinum. Reyndum að fara upp á hana en hann er á svo háum steini. Já. Það var svolítið erfitt. Það er alveg gaman í svona fíblalótum. Ég er alveg samanlega. Það er mjög gaman, sko. Sérlega þegar enginn er á staðinu til að stoppa mann. Já. En partí, Óskar. Sko, eins og ég segi, þá er ég búin að fara í mörg partí og ég hef farið í partí þar sem að mér hefur verið hent út. Já. Já. Með því, og ég gerði ekki neitt. Já. Það var bara farið mannavild. Já. Það var bara bent á mig og sagt, hann gerði það. Já. Og ég var svona komin inn í herbergi með bjóri minn eitthvað og bara, hann gerði það. Okay. Var bent á mig og ég bara, hæ, hvað gerði ég? Þú út núna. What the fuck? Ok, takk fyrir mig. Var nýkomin í þetta partí, bara svo fer ég út, bara svo mæti ég vini mínu sem er að fara í partí líka, bara, hvað er þú að fara? Bara hent út. Af hverju var ég hent út? Ég veit það ekki. Og veistu það ekkert ennþá? Nei, ég veit ekkert af hverju mér var hent út. Er þetta einhverjir sem ég þekk? Sem... Ég man bara eftir mig að hent út og ég þekki ekki hvað ég hafi átt að hafa gert. Varst þú svona bara, þarna varst þú ókunni í gæðin? Já. Þannig var ég ókunni í gæðin og varð fyrir valinu á einhverju sem ég veit ekki neitt. Ég held að vandræða gemsinn sem gerði þann skandal hafi stungið bara af. Og svo var bara bent á mig þar sem að ég var örugglega eitthvað líkur honum. Ég hef, sko, mér hefur aldrei verið hent út en stundum hefur mér átt að vera hent út. Já. Þetta var fancy party hjá einhverjum sem að á fyrirtæki á pening og það var bara heima hjá þeirri mannesku. Og þetta var svona tequila party. Og ég hef búin að fá mig mikið og ég tek það ákvörðun að þau eru með svona karaoke-vél í kjallaranum og ég ákvað að bara byrja að syngja. Ivory lived it perfectly.
falleg. Já. Hvað lag er það? Þetta er Ebony and Ivory með Stevie Wonder og einhverjum vini hans. Geggjað. Já. En já, ég er sem þetta ákveða bara að fara að syngja. Ég er að syngja ógeðslega mikið og ég er alltaf að detta líka. Já. Ég er eitthvað að svifla mikrofónum svona eitthvað að reyna að vera ógeðslega svalur og ég vil aldrei gera það aftur, Varstu einn í rýminu eða? Það voru nokkri með og ég var að reyna bara að vera nettur. Að vera fyndin. Já. Svo er ég með, ég er með glas með mér og ég missi glasi svona 10 sinnum. Já. Og ég er eiginlega, það kom svona lítið þunnt lag bara af vökva. Ég er svona botfyllti næst í, ég er að íkja mig mikið, kjallara gólfið. Það var bara alltaf flotið maður. Já, það var bara alltaf flotið og síðan fór ég upp, fekk mér alltaf meiri drykksýru, mista hann aftur og aftur og aftur. Svo byrjaði ég að þurrka. Svo kemur gæðin sem á húsið bara, hvað er í gangi? Allir niður. Allir. Já, en sko, þegar þú með að halda partí, þú þarft að gera ráð fyrir ákveðnum hlutum. Já. Það er einhver að fara að hella niður. Já, potið. Það er eitthvað að fara að brotna. Já. Það er eitthvað að fara að skemmast. Já. Og ef þú ert ekki tilbúin að gera þær ráðstafanir. Ekki halda partí. Ekki halda partí. Nei. Þannig að ekki nema að þú getur boðið fólki og lagt bara svona grunnreglur. Það er bannað að brjóta, það er bannað að skemma, það er bannað að hafa gaman. Já. En sko, ég hef farið í partí þar sem að hefur komið upp skandall. Shit. Já. Nákvæmlega, það var shit. Ég var í partí og allt í einu kemur einhver frá af baðherbygginu og segir, hver kúkaði í baðkarið? Guðmund Guður. Og það liggja allir undir grun. Guðmund, já. Það veit enginn ennþá, ég þekki fólkið ennþá sem var í partíinu með mér. Ja. Og það veit enginn hver kúkaði í baðkarið. Í maður, hvað er að? Já. Og átt enginn kött eða þú veist hest? Og við vitum ekkert bara hvernig. Við höfum nokkra undir grun. Já, en við höfum engan sökudólk. Það er enginn, auðvitað, ég skil það vel, það er enginn að segja, ég kúkaði í baðin. Já, bara mál maður. Klósið var upptekið, hvað er það að gera? Hvað er það að gera? Ég félagi mér var að kúka og ég ákvað að kúka í baðin. Hvað er að? En já, það var kúkað í baðkarið. Hvað leiði til þess að einhver tegur bara ákvörðun? Já, ég ætla að kúka í baðkarið hjá þessu fólki sem að ég þekki. Já, ég veit það ekki. Já, kannski var þetta bara einhver sem fór inn í partíið, kúkaði og fór út. Nei, ég held að hann hafi verið ennþá í partíinu. Þetta var svona bústaðapartí, hafi bara farið að sofa og voru nokkur aðri farið að sofa. Þannig að við vissum aldrei. Það var bara greinlega eitthvað svona 2 tíma bið þar sem kúkur gerðist og svo 1 til 1,5 tími þar til að einhver fór að pissa í klósettið. Og tók þá eftir shit in the bath. Það er akkur, já. Ég mun aldrei skilja þessa raukhugsun bara, já, ég ætla að kúka í baðkarið. Já. Ég sérstaklega þegar klósettið nálægt. Já, líka það, sko. Þá getur velur maður það frekar. En mér fyndið tengist þessu ekki beint. Nei, bara alls ekki. Sameiginlegu vinur okkar var að deyja áfengistöða. Já. Og við erum að hjálpa honum inn. Já. Í bústað. Já. Og ég bara hérna er klósettið eða vaskurinn eða þú þarfst að æla og bara reynda að láta þið líða vel og eitthvað. Hann bara, já. Síðan þarf hann að æla. Og hvað er það sem hann velur? Hann velur svona litla rifu á glugganum og svona frussar út glugga bara. Og það er skemmtilega við til að hann prumpar ókslega ekki á mig það. Já, og líka minn er bara að losa sig við eitthvað. Og svo bara er allir gluggi núna bara ógeðslegur. Já. Ég hef aldrei skilið þetta heldur því að þegar ég er orðinn svolítið bleikaður þá finnst mér samt svona rökhugsun ekki beint rökhugsun, svona basic hluti virka, þú veist eins og ég þarf að gubba, það er bara 3 mögulegri boði, úti klósettið, vaskurinn og vaskurinn er svona lokadæmi því að maður vill eiginlega ekkert vera að gubba í vaskinn. Nei, það er erfitt að þrjóa það. Það er ógeðslegt. En já, út glugga, nei, það myndi ég ekki gera sko. Nei, ég held ekki. Sem líka með annan trygg er ef ég er niður í bæ, ég veit hvenær ég ætla heim. Það er þegar ég er búin að drekka of mikið og er svona með smá meðutund, mögulega orðin bara aðleitt, þá bara, ég ætla heim.
það er ekki allir sem hafa hann tryggja sko. Sumir bara leggjast á bekk og sofa þar. Sofa þar bara, já. En Óskar minn, Já. ég ætla að segja þér eina sögu í lokin. Já. Eitthvað sem bara fyrir alla til að vita að ekki gera eins og Ástráður. já, ekki gera eins og hann. Ég var í ónefndum bæ á út á landi. Ekki heimabæinn mín, ekki Hvolsvöllur, Nei. getum útlöka hann. Ekki Suðurlandi. Ekki á Suðurlandi, getum útlöka það. Ég ætla ekki að segja hvar. Ok, bara ekki Suðurlandi. Ekki á Suðurlandi. Og þar var ég að skemmta mér. Já. Skemmti mér konunglega í þessum bæ. Okay. Málaði þennan bæ sonnarlega rauðan. Þar sem að ég og einn annar félagi minn vorum án eftirlits, án mömmu og við máluðum bæinn rauðan. Með því að labba út allt og vorum ekki að skemma neitt. Nei. Við vorum ekki að brjóta á brána, við vorum ekki gera neitt svoleiðis. Við gerum ekki svoleiðis. Svo far er þetta bara saklaug saga. So far, já. Og við, hann finnum hérna einhverja ídu og við störtum henni í fyndni bara og svo eitthvað og svo erum við að labba hérna og við gerðum margt annað og eitthvað svo leis. Þetta var svona the most dangerous thing, you know. Já. Á þetta kvöld sko. En svo kemur ein stelpa og segir bara, hæ strákar, viljið koma í partí? Já. Partí hljómar alltaf vel. Já, partí, ég var alveg til í partí, ég var ennþá í stuði. Félagið mér bara, ég er spóð fyrir heim. Ég er bara, já, herri, við sjáumst. Ég fer í partí. Partí er yfirleitt 2, eða 3 eða fleiri, skilur við. Alveg lágmark 3. Já. Og það var alltaf partí þá. Já, valla. Já. Ég myndi segja 5 var í partí. Já, 5, já. Samanlega. Vorum 2. Já, þeir voru bara 2. Já. Þetta var ekkert partí. Nei. Ég satt bara og drakk bjór bara. Það var bara, hvað, partí? Já, það er allir að vera að koma eftir maður. Já, allir að koma inn smá og það bara segi bara, sko, ef þú lendir í þessar aðstöðu, farðu bara heim. Já. Ef þú ert bara einn með Já, klukkan var 4, 5. Úff. Já. Ef var enginn fleira að fara að koma, ef enginn var í partíun og undan þér, þá var þetta partí búið og bara best fyrir að fara heim. Já. Þannig að Óskar minn. Þú bara, þetta er búið. Þetta er bara búið. Ég held að partíð er búið. Partíð er bara búið. Partíð er búið. Þetta þótti mér skemmtilegt. Þetta þótti mér skemmtilegt. Og það er eflaust margar sögur sem á eftir að koma fram seinna. Já, eflaust. Það er á meðal í þessum bæ málaðin ennþá rauðari en ég mun aldrei segja frá því. Það er einhver saga sem ég mun ekki segja. Nei. En Óskar minn. Já. Við erum í bóði Íslandbolland.is. Mikið rétt. Frábærir og búin að vera að styrkja okkur til hamingju með 50 þætti. Já, takk sem við leiðis og þú sem að hlusta bara. Takk fyrir að hanga með okkur allan tíma. Já, takk fyrir bara að hlusta. Og ef þú ert að, við erum ekkert að gera þetta, við erum að gera þetta fyrir okkur og gaman að þið getur verið með. Já, og ef þú ert nýr hlustandi þá bara velkomin í partíið. Velkomin í partíið og það er ekki bara partísögur, við erum lausnað með þeir vandræðagemsar, leysum öll vandamál og við höfum gert það bara mjög vel. Aldrei. Við getum, það er þetta bara að benda á okkur ef það er leysa ykkur vandamál. Já. Nema sé stíplaði kúkur í klósetti. Ég mæti ekki, sko. Mætir ekki? Nei. Ég get alveg leyst vandamálið, ég get alveg sagt hvað það er á að gera. Já. En ég er ekki að fara að aðgerðin er ekki. Þú ert ekki að fara að mæta á staðinu og... Nei. Nei, við erum ekki alveg komin þangað. En Íslandbolland.is, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, við erum allstaðar, bara follow, subscribe. Segja vinum ykkur frá þessu. Já, bara talið okkur. 79225. Ef þú vilt skilja þetta skilaboð og segja bara eitthvað, það má bara vera hvað sem er, þá bara endilega skilja þetta skilaboð og segja bara takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Bye bye.